Ráðstefnustjóri og góðir ráðstefnugestir. Þannig mér einstak ánægja að vera hér og ræða friðlýsingar. Ég var í Kveik í gærkvöldi að ræða mikið friðlýsingar, aðallega það að við ekki friðlýst nóg. En svona þetta. Þetta var svona bara til þess að byggja upp spennuna fyrir þennan fund að sjálfsögðu. Þetta var allt mjög planað. En ég vildi byrja á því að segja svona smá friðlýsingar. Hvað í raunverulega þetta? Öðru lagi að fara yfir eitt dæmi sem ég held að sé mjög jákvætt dæmi. Það hvernig þjóðgarðurinn á Snæfellsjökli hefur verið svona sem drifkraftur þar og hvað hefur verið að gerast þar. Og síðan langar mig aðeins að í svona lokin að segja okkur hvernig við hjá Umhverfisstofnun sem stofnun sem staðsett á 10 stöðum út allt land höfum við verið að vinna með það hvernig við getum verið líka jákvæður drifkraftur í byggðaþróun. En bara til að sýna ykkur, þetta friðlýstu svæðin og svæði vernduð samkvæmt lögum og þetta í kringum 21,5% Íslands sem hefur verið friðlýst. Það má almennt segja í svona alþjóðlegum mælikvarða þá erum við að standa okkur ágætlega hvað varðar friðlýsingu lands en við eigum mjög langt í land varðandi friðlýsingu í hafi, svona í alþjóðlegum samanburði. Þetta fjöldi og raunflatarmál friðlýstra svæða og þið takið kannski eftir því að súlan þarna upp eða græna línan, hún fer svolítið svona upp og niður, jafnvel þá að flatarmáli sé að stækka og það vegna þess að þegar þú til dæmis sameinar 2 þjóðgarða og bætir síðan stóri landflæmi við, þá raunum við fækkar svæðunum með flatarmáli stækkar mjög mikið. Þannig að það svona stundum að gerast þarna líka. En af þessi má þetta sjá að ýmislegt hefur þó verið að gerast í friðlýsingamálum á síðustu árum. En ef við förum aðeins yfir hvað friðlýsingar? Þá samkvæmt náttúruverndarlögum þá þetta bara markmiðið að vernda til framtíðar fjölbreytta íslenska náttúru. Það á meðal líffræðilega, jarðfræðilega og fjölbreytni landslags. En það sem kannski skiptir ekkert minna máli það að það til þess að vernda og sjálfbæri nýtingu auðlinda. Og þarna sé ég svona svolítið að maðurinn komi inn í þessa skilgreiningu vegna þess að við auðvitað lifum í náttúrunni og með náttúrunni. Og hvað síðan viljum við friðlýsa? Það kannski fyrst og fremst byggist af því hvað kemur fram í stefnumótun Alþingis. Nú erum við í fyrsta skipti að vinna með svokallaða náttúruminjaskrá. Þetta ný náttúruminjaskrá, þetta ekki gamla náttúruminjaskráin. Þar sem verið að fara í gegnum svona vísindalega aðferðafræði og búa til netverndarsvæði á Íslandi. Náttúrufræðistofnun Ísland búin að skila sínu tillögum, síðan koma þær til Umhverfisstofnunar og við metum hvað þetta mun kosta, þörfa innviða uppbyggingu, hvers konar aðferðafræði best að beita og svo framvegis. Þannig að við erum svona í fyrstu skrefunum með það. Rammaáætlun kannast að sjálfsögðu allir við og undir átaki í friðlýsingum sem að ráðherra hefur ýtt á stokkunum, umhverfis- og auðlindaráðherra, að þá erum við meðal annars að vinna með rammaáætlunarsvæðin og erum nú þegar búin að senda út nokkur svæði þar sem við erum að leggja til friðlýsingar. En í þessu átaki friðlýsingar, því það svo sannarlega nóg að gerast í friðlýsingamálum, að þá erum við að horfa á til að mynda svæði undir álagi. Einbeita okkur á því sem við vitum að þarfnist nauðsynlega verndun við. Og þar komum við mjög fljótt inn á svokallaða ferðamannasvæði. Svæði sem búa við mjög mikið álag. Og þið kannski tókuð eftir því í vor að þá þurftum við að loka nokkrum svæðum fyrir aðgengi vegna þess að þau voru bara að grotna niður. Miklar rigningar og svo framvegis og svæðin þau eyðileggjast mjög fljótt. Og það þetta það sem við viljum ekki. Við þurfum að hafa nægilega góða innviði til þess að tryggja það að svæðin haldi sínum gæðum. Ráðherra jafnframt að skoða og hann mun örugglega segja ykkur miklu meira frá þessu á eftir. Hagræn áhrif friðlýstra svæða, hvað þýðir það raunverulega fyrir samfélagið að við erum að friðlýsa svæði og eins og ég sagði, rammaáætlunarsvæðin og svo ákveðin svæði á eldri náttúruverndaráætlunum.
Þannig að það verður nóg að gera í þessum málaflokki á næstunni. En svolítið, hvað er friðlýsing? Til hvers erum við eiginlega að þessu? Það má segja það að friðlýsingin sjálf, hún auðvitað bara svona eykur sérstöðu og verðmæti svæðisins. Viðheldur vistkerfum, verndar líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni svæðisins. Þetta eru auðvitað svona verndarmarkmiðin. Til hvers erum við að gera þetta? En þarna skiptir líka eitt atriði gríðarlega miklu máli. Að með friðlýsingu þá er ríkið, ég segi við erum öll hluta af þessu mengi, að taka ákveðna ábyrgð á svæðinu. Tryggja það að með því að friðlýsa þá eigi svæðið að vera betur við haldið heldur en ekki. Annars verður þetta tilgangslaust, ekki satt. Þannig að þetta eru auðvitað mjög mikilvægt atriði og ríki verður auðvitað að standa undir þessar ábyrgð. Með þessu fellur auðvitað líka þá að við erum í uppbyggingu innviða og á síðustu árum höfum við að útbúa mörg svona ný tól í samstarfi við ýmsa aðila. Til dæmis varðandi áhættumat fyrir friðlýst svæði og ferðamannastaði. Vegna þess að það eru fjármunir til en þeir eru auðvitað líka ákveðið takmarkaðir. Hvernig ætlum við að meta það? Hvar er best að setja þau fjármuni sem við höfum? Þarna skiptir auðvitað bara þessi áhættu hugsun líka miklu máli. Ég verði nú að segja samt sem áður og þreytist nú ekki að segja það í þessi selfie hugsun sko, það sem fólk er að leggja sig í stór hættu fyrir það eitt að ná góðri mynd. Að sjálfsögðu geta engin slík módel tekið á svoleiðis. Ef fólk ætlar raunverulega að klifra yfir svona háa girðingu, skilurðu, til þess að labba niður ísilegan stíg á Gullfossi sem er augljóslega stórhættulegur. Það var ekki til að bauðja einhver óvart, þau þurftu að klifra yfir, sko. Þá er voða lítið sem við getum gert, nema við ætlum að standa þarna bara í lögreglubúningi alla daga. Þannig að áhættuhegðun fólks eða fáránlega hegðun fólks getum við að sjálfsögðu ekki stjórnað. En við erum líka að búa til önnur tól til þess að aðstoða bæði okkur en ekki síður sveitarfélög eða þá sem er að reka ferðamannastaði til þess að meta raunverulegt ástand á sínu svæði. Og þetta tól er hugsað að vera þannig að þetta sé mjög einfalt í notkun þannig að þú þurfir ekki að hafa einhverja mikla og djúpa sérfræðiþekkingu á því, heldur að þú getur gert einfalt mat. Og þetta auðvitað þá hjálpa líka ríkinu, sveitarfélögum og öðrum að meta hvar er mest þörf á innviða uppbyggingu. Og þá fáum við það líka tilfinningunni, sem skiptir svo miklu máli, að peningunum sé dreift með sanngjörnum hætti. En friðlýsingu fylgir auðvitað líka stýring, stígar, skilti og svona aðrir minni innviðir. Og ég verð að segja að það kemur mér alltaf jafn mikið óvart hvað, ef þú leggur stíg, hvað fólk mun labba eftir þessum stíg. Vegna þess að þeir eru algjörlega sannfærðir það, ferðamennir sem koma til okkar, að við hefum lagt þennan stíg nákvæmlega á þessum stað af því að þarna eru flottustu útsýnispunktarnir. Og yfirleitt erum við náttúrulega líka að gera það. En stundum líka bara þannig að þau hrynji ekki einhvers staðar niður. Já, við skulum ekki tala um það. En það fylgir svo líka aðrir innviðir. Hvað er svona helsta, ein af stóru aðdráttaröflunum þessa dagana? Það eru auðvitað klósett. Allir þurfa að komast á klósett. Og ég veit ekki hversu, ég hef búin að vera í þessu starfi í dálítinn tíma, en ég hef talað ótrúlega mikið um klósett. Skólp er bara svona mitt fag þessa dagana og hefur verið. En þetta skiptir líka gríðarlega miklu máli. Og við sem erum að byggja upp innviði á friðlýstum svæðum, við verðum að gera það 110%, vegna þess að við viljum heldur ekki skilja eftir mengun. Við erum að tala um landverði, við erum að tala um gjaldtöku og má ekki gleyma því að gjaldtaka getur auðvitað líka verið stýring. Við sjáum að hegðun fólks að megin hlutin er að koma bara á mjög ákveðnum tíma. Viljum við þá dreifa álaginu og vera með lægri gjaldtöku á bílastæðum seinnipartinn eða fyrirpartinn? Gæti verið, en að mörguleyti, af því að ég nú sé peninga og mannauðinn, sko,
þá það líka ágætt að þetta sé þó ekki meiri dreifing, vegna þess að þá ég með mannskap þegar að fólk á svæðinu og svo þetta bara svona einhverju einstaka einn og einn sem eru þá á svæðinu þegar engin mannskapur þannig að þetta svona, maður þarf alveg að hugsa þetta fram og tilbaka og síðan auðvitað það sem að við viljum innst inni alls ekki gera, það að loka svæðum vegna þess að einn okkar dýrmætasti réttur, norrænn réttur sem einu svona þessu gömlu grundvallarlögum sem við höfum hér á Íslandi, það almannaréttur og þegar við erum að loka svæðum þá erum við auðvitað að draga úr almannarétti en þú verður auðvitað að horfa á líka að tjónið það að þú hafi rétt að ferðast landið þýðir ekki það að þú hafi rétt á að valda tjóni en félagslegur og hagrænn ávinningur, þetta auðvitað það sem við erum að ræða hér í dag. Við teljum að þetta auki stolt og ánægju heimamanna með svæðið og það auðvitað liggur auðvitað svolítið á því líka að við séum að hugsa mjög vel svæðið. Það tryggir vernd sem útivistarsvæði bara fyrir íbúa nálægt svæðis. Það skapar verðmæti í formi atvinnu, uppbyggingar og auknum tækifærum í þjónustustarfsemi og við vitum það bara sem að ferðumst landið að fyrir ekkert óbáslega mörgum árum að þá var það eina sem að beið manns þegar maður fór hringinn í kringum landið það voru vegasjoppurnar svona sæmilega góðir hamborgarar og pylsur en í dag það bara hver gúrmei restauranturinn á fætur hver að fá fætur öðrum í kringum allt land og þessi restaurantar eru opnir í mjög margir allt árið kring og auðvitað þetta líka mikil lífsgæði að hafa svona þjónustu á þessum svæðum. En það sem ég finnst líka gríðarlega mikilvægt og það sem við höfum lagt mikla áherslu á að þetta samvinnuverkefni. Það tekur tíma að friðlýsa vegna þess að við þurfum að ná svona sátt og samlyndi með hvernig við ætlum að vinna með svæðið til framtíðar. En þú ert búin að friðlýsa, þá heldur þetta ferðalag áfram. Af því þetta raunveruleg samvinnuverkefni milli íbúa, milli sveitarfélagsins, landeiganda, atvinnulífsins og annarra haghafa. Þannig að það má ekki gleyma því að það er ekki bara nóg að klára friðlýsingu og fara svo að gera næsta. Þegar við erum búin að því, þá tekur ákveðin vegferð við. En nú ég komin í, þið vitið, 3 þjóðgarðar á Íslandi og þeir eru undir svona 3 stofnunum. Við erum með minnsta þjóðgarðinn, en ég segi alltaf flottasta þjóðgarðinn, enda hann okkar. En það eru auðvitað þjóðgarðinn hér á Snæfellsnesi. Þetta svona, hvað við myndum segja, mjög raunhæft dæmi það hvernig friðlýsing svæðis og uppbygging vinnur mjög vel saman. Ég vil kannski byrja á því að þakka félögum mínum í ráðgjafarnefndinni, henni Maggi, Margréti Björnsdóttir sem kemur frá Snæfellsbæ, Kristínu Huld sem kemur frá Minjastofnun, Gísla Ólafssyni sem kemur frá Ferðamálasamtökum Snæfellsnes og síðan situr hann Kristján Jónasson bæjarstjóri alltaf fundina með okkur. Við erum svona ráðgjafarnefnd þjóðgarðsins og þetta alveg gríðarlega mikilvægt. Vegna þess í þjóðgarðinum Snæfellsnesi að þá sveitarfélagið með skipulagsvaldið. Sem þýðir það að við getum verið að fara ykkur að þessa leið en ef að sveitarfélagið að fara þessa leið, hvað gerist þá? Þá förum við bara ekki neitt. Þá stöndum við bara kjur. Vegna þess að við getum ekki framkvæmt nema að gera það samkvæmt skipulagi eða með byggingarleyfi og svo framvegis og þeir geta heldur ekki farið af stað nema að við veitum líka leyfi. Þannig að þetta tryggir það að við förum sömu leið. Þetta tryggir það að við tölum saman og séum sammála. Jón Björnsson, sem náttúrulega snillingur, hann var mjög ánægður með að ég var með mynd þarna, hann var mjög ábúðafullur á þessari mynd. Hann sagði þjóðgarður á við 3 togara og hann var næstu viss hann hafði rétt fyrir sér. Svona, var það ekki? 100? 99? Það var kannski ekki mjög
mjög tæknileg stúdía hjá honum, en við getum allavega sagt það að hann Jukka Siltanen sem gerði mastersritgerð árið 2017, hann reiknaði þetta út og með mjög áhugaverðar tölur. Hann segir að það verði í kringum þjóðgarðinn í Snæfellsnesi verði í kringum 3,9 milljarðar á ári og þar af 1,7 milljarður staðbundin. Tengir við þjóðgarðinn 700 störf og 900 milljón króna í beina skatta sem sagt við eyðslu gesta. Þannig að þetta engin smávægilegir, við tökum þetta bara út frá þessum hagfræðilegum viðmiðum. Og síðan auðvitað, að því munið, við töluðum stoltið. Tröppurnar í Saxhól eru nýverið búin að hljóta alþjóðlega viðurkenningu hvað varðar hönnun. Og að því við erum búin að tala það svo mikið á Íslandi að það er bíkóvæðing og alls konar svona slangur yrði. Það auðvitað þegar að mikið að gera og mikil uppbygging í gangi að það verður ekki allt 100%. En gleymið því ekki að við eigum líka mörg dæmi uppbyggingu sem hefur gengið mjög vel og Saxhóllinn auðvitað dæmi þetta. Þarna var hóll, búið að grafa inn í hann, hvað gerir maður? Það auðvitað þá til staðar bílastæði, ekki satt? Og svo þarftu að komast upp á hólinn og þá látum við gera þennan gullfallega stíg sem fellur svona vel inn í náttúruna. Þarna verður til ferðamannastaður sem er mjög auðvelt að halda opnum allan ársins hring. Og þetta auðvitað gríðarlega mikilvægt að gera sér grein fyrir því hvar við höfum tækifæri til þess að byggja upp nýja staði sem veldur sem minnstu álagi. En aðeins tölurnar. Hann Jón hefur mjög gaman á tölum og það sem að við erum að sjá, þetta eru samanburður milli mánaða og eftir árum, þetta sem sagt 2016, 17 og núna 18, frá janúar til september. Og þið takið eftir því að það hefur svona aðeins dregið úr fjölguninni nema núna í september og síðan mars. Þannig að við erum að sjá svona tímabilin, hátímabilinu kannski aðeins að komin á svona meiri jafnvægi en það ennþá aukast mjög mikið á öðrum tímabilum. Og það má heldur ekki gleyma því að þegar að þjóðgarðinn var stofnaður að þá voru 30.000 manns sem sóttu þjóðgarðinn heim árið 2001. Við erum núna að nálgast 500.000 á ári sem kemur í gegnum þjóðgarðinn. Þannig að þetta engin smávægis mikil aukning. Og þetta aukning sem að við vorum svo heppin að vera vel undirbúin fyrir líka. En af þessum 500 milljón gesta, það eru komnir 358.000 í gær samkvæmt nýjustu talningu, 17.11. Það voru komnir svo margir gestir. En 66.000 þeirra koma við í gestastofunni á Malarrifi sem einmitt gamalt fjárhús og einu af fáum byggingum sem við raunverulega áttum innan þjóðgarðsins og breyttum þar í gestastofu. Þannig að þetta nýtni og nægisemi númer 1, 2 og 3. Annað dæmi sem við erum að fara í, það ef þið hafið farið niður á, það sem sagt stækkun á bílastæðum vegna þess að það sífellt að aukast. Þarna sjáum við einmitt gömlu fjárhúsin sem við erum búin að umbreyta og nú erum við að nota þarna gamlar námur til þess að búa til bílastæði. En stóra verkefnið okkar sem að við erum að vonast til að fara í útboð bara núna á allra næstu dögum eða vikum. Það þetta þjóðgarðsmiðstöðin á Hellissandi sem við höfum beðið eftir í dálítið langa tíma en það voru ýmsar aðrar ytri ástæður sem kom í veg fyrir það að við náðum að byggja hana á þeim tíma sem við ætluðum okkur að gera það. En þetta verður stórkostleg viðbót við staðinn og verður örugglega mikið aukið afdráttarafl.
en líka þannig erum við komið með enn betri tækifæri til þess að upplýsa og taka á móti. Og eina af þeim breytingu sem við höfum verið að gera núna, því þetta var dálítið gömul tækning, er það að við erum að auka mjög rými sem ætlað fyrir þjónustustarfsemi og eins og vanalega klósett. Yes. Og þið sjáu líka kannski, hérna uppi að við erum niðri hérna, við erum að gera ráð fyrir líka að þessi hægt að nýta þessi klósett þó að gestastofan sjálf sé lokuð. Þetta er líka mjög mikilvægt. Þetta er svona eina af þessum grundvallar þörfum sem við þurfum að sinna, ekki satt. En ég get nú líklega ekki farið hérna út án þess að aðeins ræða aðrar áskoranir og þau mál sem varðandi náttúruvernd og byggðaþróun. Og það auðvitað staða núna varðandi fiskeldið. Þar sem að tvö starfsleyfi sem við höfum gefið út voru felld úr gildi þar sem að talið var að mat á umhverfisáhrifum hafi ekki verið nægilega vel gert. Þessi glæra sem ég hérna með, hún sýnir það, held ég nokkuð vel, hvernig mat á umhverfisáhrifum vinnur. Þú ert að gera það alveg frá efsta stig, þú ert að gera mat á umhverfisáhrifum áætlana, það svo stóru landsbundnu áætlanir sem þú ert að gera. Síðan ertu komin meira niður í svona svæðisskipulags sviðið að þá ertu að gera mat á umhverfisáhrifum skipulags. Þannig að allir sem hafa unnið í sveitarstjórnarmálum þekki það. Þið þurfa að fara í gegnum mat á umhverfisáhrifum, þið búið bara til deili og aðalskipulag. En síðan eru sértæk mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og í þessu tilviki fellur auðvitað fiskeldi þar undir. Það má kannski segja frá okkar hendi sem störfum við þetta er að við höfum, verð bara að segja, nokkuð miklar áhyggjur af þessu vegna þess að úrskurðurinn gengur raunverulega út af það að við þurfum í hvert og eitt skipti þá að fara yfir bæði efnislega en ekki síður formlega hvort að skipulagsstofnun hafi raunverulega sinnt sinni vinnu. Og þessi krafa, hún lendir þá ekki bara á okkur eða Matvælastofnun, það lendir á öllum byggingafulltrúanum út land allt, allir þeir sem þurfa að taka ákvörðun leyfi sem byggir á því að framkvæmdin hafi farið í mat á umhverfisáhrifum. Og þetta auðvitað þurfum við að takast á við þurfum að tengja betur saman mat á umhverfisáhrifum og leyfisveitingar. Það er auðvitað verkefni sem við stöndum frammi fyrir. En ég fer ekki hérna niður fyrir en ég fæ að segja þetta. Við hjá Umhverfisstofnun, ég langaði bara að segja ykkur að við erum að vinna með mjög fjölþætta þætti náttúruverndar. Við erum með verndun hafs og stranda, við erum í loftslagsmálunum og loftgæðunum, verndun náttúru, það er þjóðgarðurinn Snæfellsjökull og yfir 100 friðlýst svæði. Verndun heimilnæmis umhverfis er eitt af okkar markmiðum, þetta er sem sagt efnamálin og efnamálin skipta sífellt meira máli vegna þess að allt sem við erum í er basically gert úr einhvers konar efnum og kokteláhrif og svo framvegis. Við viljum tryggja sjálfbæra nýtingu auðlinda, ég vil hætta að tala úrgang, ég vil tala verðmæti, þess að við erum hætt að fara að henda hlutum, við viljum endurnýta það og endurnota það. Gengur reyndar mjög hægt þessa dagana, vinsamlega hættið að endurnýja eldursinnýtingar og henda öll út. Já, og við viljum vinna að grænu og framsýnu samfélagi, af því þetta skiptir okkur máli og þarna viljum við búa til framtíðar í grænu og framsýnu samfélagi. En Umhverfisstofnun hefur verið að vinna með svona byggðarsjónarmið, við byrjuðum á þessu svona upp úr 2009, að við erum stofnun allra landsmanna, ég veit ég að stela hérna kóti frá ákveðnu stofnun en allt í lagi, get ekki átt þetta kót. Og við viljum fá þessi sterku tengsl við fólk og náttúru og okkur langar í bara besta fólkið, frábært starfsfólk, en okkur er í raun og veru sama hvar það fólk býr. Þannig að þegar við auglýsum störf, að þá auglýsum við það opið á þeim svæðum, eða sem sagt á þeim stöðum sem við erum með starfsstöðvar á. Þegar ég segi þetta þá er ég alltaf aðeins að ljúga.
vegna þess að ef þú ert að sinna svæðin á Mývatni þá sjálfsögur býrð ekki í Reykjavík. Og við höfum jafnframt tekið ákvörðun það að veiðimálefnin sem hafa upprunalega alltaf verið á Akureyri og á Egilsstöðum, þau halda sig þar. En önnur störf eru boðin svona opin. Svo dæmi þetta, þá upplýsingafulltrúin okkar staðsettur á Akureyri. Við höldum sviðsfundi í Skype. Og þetta bara vinnulag. Og það nýr sviðsstjóri sem var að byrja hjá mér sem líka staðsettur á Akureyri. Þannig að við erum ekki að hugsa hvar fólk býr og við viljum endilega auka þessi tækifæri að ef þú ert með efnafræðimenntun, frábær efnafræðingur, þú vilt búa á Ísafirði, frábært. Við getum unnið og hann vinnur í þessu efnateymi, það skiptir okkur engu máli. Við erum vön að vinna svona. Takk fyrir mig.